Þá komið að septemberleysun fyrir fiskana. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. Svo byrjum við að athuga hvaða fiska ég er að tala við. Þá fáum uppákomu, viðburði, áskoranir, ögranir. Fáum leiðsögn fyrir fisk. Og fáum mögulegar útkomu. Elsku fiskur, fiskar. Hér er ég að tengja við einstaklinga sem hafa mjög nýverið og eru enn að upplifa sorg, einhvers konar skellur, jafnvel áfall, missir, söknuður. Það er rýtingur í hjartaðinu. Og hugurinn er búinn að vera einhvern veginn allur í lausu lofti. Burtséð frá hvaða fisk ég er að tala við, ef þú tengir við þetta þá finn ég að þetta er mikil sorg, þetta er mikil skellur, og fyrir mjög mörg ykkar þá er þetta ekki búið að svona settla, hvað maður að segja, þetta er ennþá, tilheyrir einhvern veginn ennþá óraunveruleikanum. Þannig að þetta er ennþá mjög ferskt áfall eða fersk sorg. Alveg þannig að þú ert ekki búin að ná að tengja það heim og saman við að þetta sé raunverulegt. Taugakerfið þitt er ekki búið að átta sig á því að þetta er raunverulegt. Þannig að þetta er mjög ferskt. Og ég finn það alveg að hjartað svíður og hugurinn er út um allt. Þú verður mjög ráfandi og leitandi í hugaðinum talsverðan tíma núna. Einhver ykkar munu bara svolítið andlega svona yfirgefa svæðið tíma, þú veist, bara ég er ekki að segja að þið hverfið eða þið gerir eitthvað slæmt, ég er að meina bara tíma þá náið þið ekki að vera til staðar og í núvitund með þessari sorg í þessum aðstæðum. Og þið verðið alveg svolítið týnd í svolítinn tíma. Og það mun taka tíma fyrir ykkur að virkilega lenda með þessu. Og það er fullkomlega eðlilegt að í kjölfari svona sorgar, það skellur á mann, að þá er svo fullkomlega eðlilegt að maður átti sig ekki á því bara, þú veist, að líkaminn, taugakerfið og hugurinn sé allt svolítið sundrað og það nær ekki heim og saman að það sé raunverulegt að þegar við viljum ekki að þetta sé raunverulegt. Og sérstaklega ef við tala einhvers konar missi, sambandsslit, skilnað og alls konar áfall. Að oft er fólk svolítið ringlað með það að það syrgir ekki strax og upplifir sjálft sig einhvern veginn út úr kú fyrir það að vera ekki að syrgja, fyrir það að vera ekki að gráta.
En það er einmitt vegna þess að við erum ekki að upplifa hlutina sem raunverulega. Oft koma tárin seinna. Og mér finnst að ég þurfa að láta þig vita af því að í þínu tilfelli þá verður það mjög líklega þannig að tárin komi seinna af því að þú ert ekki að ná lendingu með að þetta sé raunverulegt. Leiðsögnin þín er að benda þér á stíga varlega til jarðar. Ekki taka neina stórar ákvarðanir. Leyfðu þér að ná lendingu. Það er oft þegar við erum í þessum aðstæðum, þegar við erum ennþá pínu í lausu lofti, að þá látum við eins og við tökum oft ákvarðanir sem eru bara mjög skrýtnar, stundum svolítið kaldar og einhvern veginn svona út úr kú. Og það kemur sér oft frekar illa, þegar sérstaklega þegar varðar samskipti og sambönd, að þá er bara betra að geyma allar stóra ákvarðanir þar til þú hefur náð lendingu og ert búið að átta þig á aðstæðum betur. Og líka bara samt til þess að þú hafir það bak við eyrað að það felst svolítið í þessu að þegar maður er nýbúið að verða fyrir svona sorg, að þá verða viðbrögðum manns oft svolítið skrítin. En það er eðlilegt að þau verði skrítin og það er oft sem að maður verður fyrir að fyrsta ofurnæmur á aðra og misles og ofles í allt sem að hinir segja eða gera og túlkar það einhvern veginn allt öðru en kannski var meint. Og sama móti þá manns eigin viðbrögð í samskiptum oft bara svolítið út úr kú og virðast oft miklu harðari, kaldari, ágengari heldur en maður ætlaði sér. Maður getur orðið svolítið snöggur, þannig að stígðu hægt og varlega til jarðar. Leyfðu þér að taka nokkra andardrætti áður en þú svarar, áður en þú segir eitthvað, áður en þú ákveður eitthvað. Það er mjög mikilvægt fyrir það að vera ekki að hraða, að bara taka þér tíma, bara andaðu reglulega inn. Þegar þú ert að upplifa óraunveruleikann, komdu þá tilbaka í andardráttin. Það er hægara sagt en gert. Og farðu með nokkra staðhæfingar hver þú ert, hvar þú ert, hvenær þú ert, bara til að ná þér aðeins inn í nútímann. Þegar það getur verið svo, maður tekur ekkert alveg eftir því en þegar maður svona slitnar aðeins frá raunveruleikanum, það er mjög snúið. En í framhaldinu þá er lífið töluvert mikið öðruvísi og þinn skilningur á aðstæðum eykst til muna. Þú sérð hlutina svolítið í nýju ljósi og þú sérð líka hvað skiptir þér raunverulega máli. Þannig að eins og þetta er mikil þolraun núna þá er þetta bara að kenna þér rosalega mikið og þetta er að mun vekja hjá þér í framtíðinni að þú metur hlutina allt öðruvísi og þú álítur hlutina öðruvísi og þú ert ekkert að fara að vera að gefa endilega allt saman uppi sem þú áttar þig á komandi misserum. En það er allavega mikil viska sem kemur til þín út frá þessu öllu saman. Þetta er stór lexía. Og hún er ekki auðveld, ég sé það.
Ég ætla aðeins með innsýn hér. Eins og ég segi, ég veit að staðan í dag er rosalega sársaukafull og ég sé að þér blæðir tilfinningalega, þetta er sárt, þetta er erfitt. Það er vegið að þér og þú verðist upplifa líka að það sé tekið frá þér og mér finnst þess að þú sért líka að upplifa, eða allavega mörg ykkar sé að upplifa að þið hafi verið blekkt og svikin og það er ofboðslega sárt og þess vegna er svo mikilvægt fyrir þið núna á komandi tímum og gera allt sem þú getur til að koma svolítið niður á jörðina, reyna að finna jarðtenginguna þína af því að þú ert mikið í lausu lofti í kjölfarið af þessu áfalli, af þessu missi, af þessari sorg. Komdu heim í sjálft þig, eins og ég sagði áðan, þegar þú finnur að bara þegar að hlutirnir eru of mikið, þegar að þú ert aðeins að tapa áttuna á því hvar þú ert og hver þú ert, að koma svolítið heim, bara inn að kjarna, inn í þig, vertu vökult sjálft þig og í framtíðinni, eins og ég segi, þetta er stór lexía, eins og þetta er sárt, þá er þetta mikill lærdómur og ef þú hugsar, sko ég ætla ekki að reyna að hugga þig með þessu og þetta er ekki til að gera lítið úr sársaukanum sem þú ert að finna fyrir núna. En ef þú lítur á þess sem svo, bara svo ég komi þér í skilningu hversu mikill lærdómur þetta er, eins þungt og sárt þetta núna, að þá mun viskan sem þetta færir vega jafn mikil. Þungin af sársaukanum núna er jafn mikil þungi og viskan sem þetta færir þér. Nema þegar að þú áttir að þeirri visku þá náttúrulega verður hún ekki þung. Ég vona að þetta sé skiljanlegt. Eins og ég segi, ég veit að þetta er sárt. Og ég veit að þú verður í lausu lofti. Gerðu allt sem þú getur fyrir þig til að koma heim í sjálft þig, til að koma heim í kjarnaðinn. Og þigðu alla þá aðstoð sem býðst. Leyfðu fagaðilum að aðstoða þig, fáðu ráðgjöf, leyfðu öðrum að standa við baki á þér á þínum forsendum, að sjálfsögðu alltaf á þínum forsendum. Leyfðu öðrum að styðja við þig. Ég ætla að fá eitt spil hér úr Soul's Journey til að taka heim og saman og fá stuttskilaboð í lokin. Kemur hér anointed with love, let sweetness invigorate your life. Vertu blessað í kærleika og leyfðu sætleika og mildi lífsins, eða mildi heimsins, alheimsins, gæða líf þitt. Þannig að leyfðu þér að þiggja alla ástina, allan kærleikann sem býðst og leyfðu þér að sjá kærleikann í kringum þig
sérstaklega í þessum erfiðleikum þegar að aðrir nálgast þig til þess að votta þér eitthvað styrk, einhverja samúð, knús, hvað sem er, sýna þér vænt þykju sína, þigðu það allt saman. Leyfðu þér að upplifa elskuna í kringum þig. Þá ætla ég að segja þessari leiðsögn lokið. Ég vona að skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.